að þú veist að koma dagar þegar maður kannski meðferð eða eitthvað meðferðinstað þar sem þetta virkilega ömurlegt og þá bara æðislegt að fá sent eitt bleikt hjarta eða að einhver sé að hugsa til manns. Það getur bara skipt ógeðslega miklu máli. Ég heiti Ardís og ég hef 2 greinst með brjóstakrabbamein. Í fyrra skiptið þá var ég 39 ára. Þá fannst mér eiginlega svona kannski eins og ég yrði bara eitthvað öðruvísi þjóðfélagsþegn eða væri svona minna virði eða eitthvað. Ég upplifði það svolítið, það var mjög erfitt. En ég var alveg fljót að komast út úr því. Svo hélt ég að ég væri í raun og veru komin algjörlega út úr þessu og bara lífið mitt var komið á góðan stað aftur. 5 árum seinna greindist ég aftur með sama mein á sama stað og þá fór ég bara í fleiri meðferðir og nú eru 2 ár síðan og ég er búin að jafna mig bara nokkuð vel og eiginlega bara á þessum 2 árum núna svona að fá gamla krafti minn aftur og mér sé að margt sem að ég finnst ég hafa öðlast. Þetta er dálítið nýtt líf, það snýst allt svolítið svona við og svo lærir maður svolítið á nýja lífið. Eitt sem ég erst svolítið mikilvægt að ég myndi segja ráðleggja einhverjum sem að væri að greinast núna eða byrja í svona ferli er að viðurkenna fyrir sjálfu sér að þetta er erfitt og þiggja hjálp þó að maður ætla að vera jákvæður og bjartsýnn og sterkur. Þetta er sorgarferli og þetta er eitthvað ákveðin svona ferli sem maður þarf að fara í gegnum en það mun lagast og sérstaklega að maður fær góða hjálp og það er mikið af góðri hjálp í boði. Ég sé bleiku slaufina sem tækifæri til þess að við leggjumst öll á eitt að gefa tilbaka, gefa til krabbameinsrannsókna þannig að það séu meiri líkur á að fá lækningu.